Takk fyrir það, þú lýsingar að bækju. Við höldum áfram. Já, við ætlum að gera það. Við ætlum að gera það. Þú ert búin að fá kaffi. Já, ég er búin að hafa kaffi, alveg hreint. Trúir ekki vísindi en það er samt kaffi. Já. Herra, við erum komið góða gesti. Það er sound engineer, faglærður, hann heitir Sindri Þór Kárásson Mikkelsen. Hæ. Halló. Og svo maður þessu fylgjörunum sem er, kannski aðalatriðið, en hann heitir Guðjón Óskar, heill og sæll. Takk. Sæll og blessaður. Hvað segið þið? Ég segi gott bara. Já, það ekki. Herru, þið eru hérna komið til að kynna lög. Já. Sem þú semur og Sindri hefur verið að taka upp. Já, þau eru tvö. Jú, við getum spilað bæði. Já, við ætlum að gera það. Við ætlum að plugga ykkur í drasl. Glæsir. Það er bara fyrir. Hvernig tónlist er þetta? Sindri. Ég hef alltaf flokkað þetta sem svona alternative rock. Það er svona... Á ég þó að setja það í með svona sexy vibe einhvern veginn. Já, svona Celine Dion. Já, fyrir utan autotunið. En fyrir fólk sem kveikir ekki alveg, Guðjón, hver er maðurinn? Já. Kynntu þig? Ég bý í Hveragerði og alltaf búið og ég var svo heppinn að fá að vera að taka þátt hérna í trúbótarakeppni til dæmis. Já, sem þú vannst. Sem ég vann. Já. Og búin að vera erlendis núna í ár, London, læra lagarsmíði. Loksins komið tilbaka og búin að taka upp og nú erum við í bakari í Hljóðveri í Hveragerði, en þá að taka upp miklu meira. Við ætlum að spjalla eins og bakari hér eftir. Það er ótrúlega hvað margir sem koma hérna eru nýkomið frá London. Já. Að læra eitthvað. Já, hvað er það? Er þetta eitthvað sem við þurfum að fara að gera? Já, ég held að læra lagasmíðar, þá er þá verið að ertu þú að læra að taka upp, nei, að semja, segi ég. Hann er að finna... Og alveg var þetta heimskuli spurning. Sko, fyrsta daginn... Já, ég slast á þér það. Hann er ekki Hveragerði, Guðjón. Siggi út á hálum ís. Veistu út á hvað þetta gengur, Siggi minn? Lagasmíðar? Já, smíða lög. Semja lög. Mikið eftir heimskur. Er það ekki svo vel, Guðjón? Já, Guðjón. Við erum hættir að rífast. Já, þegar maður fer út í þetta nám þá er það fyrsta sem það segja að það er ekki hægt að kenna lagarsmíði. Kannski þið vitið. En samt er það að þykast kenna mann þetta. Þetta er nú bara eitthvað til þess að tengja og læra á tólinn og gera eitthvað. Læra á tólinn, það er alltaf gott að kunna því. Þannig að þetta er svona liður í því. Og hverju hefur þetta skilað til þín? Þetta er svona aga í smíðunum. Þú veist, setjast niður og halda áfram og klára það sem maður er að gera. Og passa tímasetningu. Ekki að gera eins og maður það ekki kannski sjálfur að byrja og vera með hálfklárað verkefni eða lag. Það er nóg til að því samt. Já. En það er kannski verið að kenna ykkur að klára verkefni. Já, ásamt mörgu, það er náttúrulega hljóðfræði og alls konar. Atkvæði og annað í orðum og... Akkurat. Já. Það er skemmtilegt. Þú hefur voða mikið vit á þessu, Jörn. Já, ég bara hef þurft að gera það. Maður er náttúrulega búin að gera þetta síðan maður 14. Já, ég er náttúrulega bara söngvari. Þú ert náttúrulega að byrja. Hörku söngvari. Þú ert að semja mikið, Guðjón? Þessa dagana, já. Eingöngu Engöngu frumsamið. Gaf mér það frí að geta verið bara heima að semja og klára. Við erum einmitt að fara núna í 4 önnur lög. Hún að taka upp 2. Plata á leiðinni? Ekki á þessu ári. Nei, en? Svona, jú, þetta er allt í þá átt. Já. Nákvæmlega. Við ætlum að heyra hérna fyrsta lagi. Við ætlum að koma svo aftur inn. Þetta lag heitir I Know. Mér langar að vita, hver syngur þetta? Guðjón. Já, þú syngur allt. Já. Ok, en þessi ágæti maður hérna. Hann er upptökustjóri. Hann er upptökustjóri. Já. Pródusent, upptökustjóri. Og við ætlum að fara það hér á eftir. Við ætlum að spyrja Sindra hvernig er að vinna með honum, Guðjóni. Við ætlum að fara það hér á eftir. Við ætlum að heyra fyrsta lagið, heitir I Know.
Þetta lag heitir I Know. Þetta Guðjón Óskar. Þetta virkilega flott lag. Rosalega flott. Hvað hefur að segja þetta lag? Hvenær samdur þetta? Þetta samið fyrir örugglega 2-3 árum síðan. Fyrir kreppu. Þetta var eitt af þessum þetta var eitt af þessum svona skúffulögum. Þetta eitt af þessum lögum sem fara í skúffuna og gera aldrei neitt. Það var nú eiginlega Sindri sem að greip þetta á lofti og tróð mér í það. Sindri frekur. Hvernig hefur verið að vinna þessu lög með kapanum? Svaraðu nú. Já, hvernig? Þetta náttúrulega mjög strempið ferli fyrir okkur félagana. Við erum náttúrulega það miklu vinir að við náttúrulega látum hvernig hann heyra það svolítið duglega. Smá drama. Svolítið, allavega mest með svona minni hálfu, sko. Hann svona, vá, hvað að þetta? Og ég bara að missa mig lífinu. Jórun hellir hérna niður kaffi í beinni. Það partí í stúdíónu. Já. Þetta var flott. Þetta alltaf góð. Það verður að vera einhver uppákoma. Já, Gaui svona rólindismæður. Hann rólegri og ég freki hundurinn í þessu. Já, það ekta mikkari. Það má nú sann segja að þetta er náttúrulega lengi. Við erum fúlir, sko. Nei. Ekki langrækni í þessu. Nei. Þetta gleymist við nóttina. Já. Það sjálfsög. En Gaui talar hérna skúffulag. Fórst þú vildi taka þetta upp eða ekki hann eða hvað? Ég vildi taka þetta lag upp. Já. Af því að ég sá möguleiki í því. Hann vildi sleppa því, algjörlega. Stundum borgar sig að hlusta á uppbyggustjóra. Já, þetta virkilega flott lag. Mjög flott. Mjög flott. Ég held að hann viti meira en hann heldur, sko. Hann alveg með þetta, kannski. Já, talandum það ekki eins heimskur og ég. Nei. Það út fyrir að vera. Sindri, þú fórst líka til, hvað? Þú fórst til Manchester að læra sound engineer, eða ekki? Já, meðan allir fóru til London og fór ég í norðurhlutan. Já. Það sem að kalt og fólk ógeðslega. Manchester að tala það sem enda þar með alvegnsins. Já, það enda þar með nafli og þar má nefna Liverpoolar þar mjög nálægt. Þeir sem að fara til Manchester, þá vita að þetta er bara stórt svona yðnaðar hverfi. Já, ég nefnilega farið hérna í gegn og mér að mála skýta þegar ég fór hérna í gegn. Ég átti heima liðan Old Trafford og ég gerði það að vana mínum að fara að þanga og gera nummer 2 og stört ekki niður. Já. Það er allir verið jafngrætt. Já, við ætlum mitt. Hvernig gekk þér að læra sound engineer fyrir utan Old Trafford og þína ferðir hérna? Það var bara mjög ánægilegt, sko. Hvað var það ekki þarna? Ég var í 2 ár að læra hljóðupptökustjórn eða hljóðverkfræði eins og þetta kallast á fínumáli. Það var bara mjög skemmtilegt að vinna með allt og dýra greiður sem að kosta á við 2 hús og hvað sem það er. Einmitt. En núna ertu búin að reka þetta hljóðver í Hveragerði, stúdíóið. Já. Þetta er fullkomið stúdíó. Þetta, já, með allt til alls. Já. Allt til alls. Og eitthvað að gera svona? Já, mikið búið að gera. Reyndar við tökum á okkur tónlist og kvikmynda hljóðvíslu. Já. Þú ert náttúrulega að vinna þeim gera. Þú ert til dæmis búin að vera ég sástu hljóð í ófegur gengur aftur. Já, með hljóð tökur þar til dæmis. Og ég starfa svona mestmættis við kvikmyndagerð og sjónvarpsþáttagerð. Ég er mitt núna hljóðblanda Biggest Loser. Já. Upp á státtu minn. Já, ég verði búin að vera að horfa á þess að þetta. Já, ég grenjaði bara núna. Ég er með klökk í hálsinu því ég er að horfa á þetta. Ég get svo svarið, ég fór bara að grenja þegar Jónas voru, ég bara Ertu þá með kökki bara öll kvöld og þegar þú ert að hljóðblanda þetta? Já, ég er bara á erfið með mér stundum. Ég þarf bara að taka lappatúr hérna eða kemur eitthvað dramatist. Já. Þetta fer alveg undir beinið á mann og nuttar í svona. Þú ert að vinna hjá Sagafilm, eða ekki? Jó, ég er að starfa þar núna. Já. Er það, eftir svona kennslu og nám, er það draumurinn að komast í svona verkefni? Já, þetta er svona raunveruleika sjónvarp sem að ég... Já, nei, ég er bara að tala um þína vinnu bara sem... Já, algjörlega, það var Sagafilm bara algjörlega flottur grundvöldur fyrir unga hljóðmenn. Nákvæmlega. Og þú klárar að mastera og allt saman? Já, ég vil helst ekki snerta masteringa, ég vil frekar senda það eitthvað annað. Já, ok. Það er svona bara myndtefulli. Er það Addi 800 þó eða? Já, hann sendi sjálfur bara til Þýskalands held ég. Já, ok. En maður fyrir ykkur á svoleiðis, Salma. Lendur þið inn í Þýskalandi, sjáum þetta? Já. Werner Kó. Werner og Kó, það er bara þannig. Þetta er skemmtilegt, bakaríði Hveragerði, fullkomið stúdíó fyrir þá sem vilja kynna sér það. Já, það er fullt af bakaríðum í Hveragerði. Já. Ekki öll með stúdíó. Þar eru ekki nein bökuð vandræði. Nei, ekki alltaf.
Hvað segir Guðjón? En byrju, hvernig getur maður þá komist í samband við þig? Mig? Já. Til að mynda bara þá erum við með Facebook-grúpu sem að heitir Bakarið Hljóðver. Getum við að stala saman? Herra Guðjón, Óskar, við ætlum að enda þetta hérna á lagi sem heitir White Lies. Hvað hefur að segja um það? Þetta er sennilega eitthvað að persónulegsta sem ég er samið. Ég verð að segja að þetta er svona róleira kantinum, þægileg svona kvöldmúsík og það var nú heldur gaman að segja frá því að þegar við vorum að taka þetta upp þá reyndum við að taka þetta eftir svona klikktrakki en það gekk ekki neitt upp, það var ólifandi og svona leiðilegt að hlusta það þannig að við ákveðum að taka þetta upp svona saman, ég og trómarinn það kom miklu betur út þó að það sé ekki eins og í takt. Þú sagði að þetta væri persónulegt svona svolítið er þetta tengt einhverju svona persónulegri reynslu? Já, þetta er svona saga úr atvikið úr mín lífi sem ég ætla nú ekki að fara nánar í. Nei, við skulum bara hlýða lagið. Við erum ekki að fara að setja henni í flækju næsta rákar. Við erum ekki að fara að taka Biggest Loser á þetta. Gréstuður úr sandinu. Þegar við þurfum að klára þetta, kæru vinnir, það er nóg framöndan, Sigga Beinteins, Ómar Diriks og fleira. Allt aðra veitlust. Sindri og Guðjón, takk fyrir spjallið og þetta er allan að koma í spilundun okkar. Takk. Voice of reason, hold me tight. Alone I'll never win this fight. Millions of questions on my mind. Whether truth is always hard to find. Stuck in the eye of the storm, trying to keep me warm. Burned every bridge and left it behind, lying to find peace of mind. Knowing it would never last, when the demons will always hunt the past. Stuck in the eye of the storm, trying to keep me warm. Þetta er alheims frumflutningur hér á Suðurland FM. Þetta er Guðjón Óskar, lag sem heitir White Lies. Flott lag.